Á jörðinni eru 4 mismunandi árstíðir á flestum stöðum, ekki öllum. Það eru ekki 4 árstíðir allstaðar. Til dæmis við miðbaug, þar eru ekki þessar hefðbundnu árstíðir, heldur meira bara regntími og þurrkatími. En fyrir utan miðbaug, þar er vetur, sumar, vor og haust, þó svo þessi vissulega svona augljós skil eða breyting á milli árstíða, stundum rennur þetta svolítið saman. Stundum talaðum á Íslandi sé eiginlega bara vor og haust, kom eiginlega ekki lengur alvöru vetur og svona má deilum hvort það kemur alvöru sumar. Það er önnur umræða. Plöntur eru aðlagaðar að því að það komi vetur þar sem að þær vaxa eins og til dæmis á Íslandi. Og það er þannig að margar plöntur henda bara laufunum sínum á haustin. Laufin gulna svona upp, sum verða rauð, sum vera gul og svo detta þau bara af. Og næsta vor þá vaxa bara ný. Af hverju eru trén að henda laufblöðunum sínum og eyða orku í að láta ný vaxa? Jú, það er vegna þess að hafa þessi laufblöð yfir veturinn er bara hættulegt fyrir plöntuna því að í frosti þá frjósa þau og þá geta þau skemmst og svo líka bara tapast út svo mikið vatn. Þannig að það er betra að passa upp á vatnið og laufblöðin brotna niður, þess vegna verður þau svona gul. Það er verið að taka ákveðin efni úr þeim og færa þau inn í stofnin. Þar eru þau geymd, því að þau eru svo notuð aftur til þess að búa til ný laufblöð, þannig að plantan geymir þau. Það eru hins vegar tré eins og barrtré, eins og sem við notum sem jólatré. Þau eru græn allt árið, endur eru laufblöðin þeirra allt öðruvísi. Eru ekki með svona venjuleg laufblöð, heldur nálar, sem eru í raun ummynduð laufblöð. En þessar nálar eru með miklu minna yfirborð heldur en laufblöðin, þessi hefðbundnu, og eru vaxkennd, þannig að þau þola veturinn sem að þessi laufblöð gera ekki eins. Þannig að þetta er leið til þess að fyrst og fremst spara vatn og þola frostið. Brum er svo það sem að myndast svona á vorin, þá myndast svona nabbar á trjágreinum. Þetta getur ýmist orðið að blómum eða öðrum nýjum greinum. Við getum líka séð svona nokkurn veginn hvað tré eru gömul ef við sögum þau í sundur. Vissulega sögum við ekki tré í sundur til þess að gáða þessu því þá deyr tréð. En ef við sögum þau tré þá er hægt að sjá með því að telja árhringina sjá þig. Og það skiptist á ljós og dökkur veður. Af hverju myndast svona árhringir? Jú, það er vegna þess að á veturna vex tréð hægar og tré vaxa alltaf út, þau er að vaxa yst. Þannig að þegar það vex hægt á veturna þá myndast dökkurvefur, en þegar það vex hratt á sumrin þá myndast ljósari. Þannig að við erum að horfa sumarvetur, sumarvetur, sumarvetur. En ef það kemur langur hlýindakafli, einhvern tímann á vori og svo kuldakafli, þá geta myndast 2 árhringir á ári. Það er vissulega sjaldgæft, þannig að við getum nokk treyst í að telja árhringina svona, en það er ekki 100% nákvæmt. Planta skiptist í laufblöð sem að sjá ljóstillífunina. Þau eru flöt til þess að grípa sem mest sólarljós, stunda þessa ljóstillífun sem ég talaði í síðasta myndbandi. Og það er til þess að búa til sykur með orku frá sólinni. Stofninn gegnir því hlutverki að halda plöntinu uppi og halda laufblöðunum úti þannig að þau grípi sólina, en líka flytja vatn frá rótunum, flytja sykur frá laufblöðunum og steinefni og fleiri efni. Ræturnar halda plöntunni fastri en soga upp vatn og næringu, steinefni og önnur svona efni sem eru í jarðveginu sem plantan þarf og koma þeim upp til laufblaðana. Blómin gegna eingöngu því hlutverki að búa til fræ, að flytja frjókorn á milli sem er ýmist gert með skordýrum eða með vindi eða jafnvel vatni. Og blóm, svona litrík blóm treyst á skordýr. Því að þau eru litrík til þess að laða skordýrin að, svo tróðast þau hérna niður til þess að drekka sykurlaug og þá verða frjókorn eftir á blómunum sem þau bera svo á næsta blóm. Blóm sem treyst á vind til þess að dreifa frjókornum, þau eru yfirleitt frekar litlaus, oft bara græn. Hérna sjáum við í hvað blómið skiptist. Það eru krónublöð sem eru þessi litríku blöð hérna í kring, stærri blöðin, svo eru bikarblöð undir
Bikarblöðin eru oft græn, það eru þau sem loka blóminu þegar blómið dregur sig saman, eins og á nóttinni, sem að sum blóm gera. Frævan er hérna í miðjunni og skiptist í fræni, stíl og eggleg. Þetta er kvenkyns kynfæri plöntunar, þar að segja, hér inni eru eggin. Frævillin er hérna utan á og þetta er ekkert alltaf alveg svona greinilegt ef maður horfir inn í blómin stundum. Og þetta er þá frjóþráður og frjóhnappur hérna. Hér verða til frjókornin. Þannig að við ætlum að fá skordýr þegar við erum með svona litrík blóm til þess að tróðast þetta niður, taka við frjókornum hér og þegar það treðst niður í næsta blóm þá vonum við að það verði eitthvað af frjókornum eftir hérna efst á fræfunni. Svo vex svona pípa þetta niður í eggbúið og frjóvgar eggið og svo verður til fræ úr þessu öllu saman. Þannig að frævan er kvenkyns og frævill eru karlkyns kynfærin.